Þá erum við komin aftur hérna upp í Hlíðarfjall, en hér stendur yfir gönguskíðanámskeið sem í samstarfi TFG Símsen og Skíðafélags Akureyrar. Við ætlum að kíkja á námskeiðið. Á skíðum skemmt ég mér la 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 Niður brekkur fer la 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 Þegar jörð huldi snjó. Þetta námskeið sem TFG Símsen hefur haldið í samstarfi við Skíðafélagið, Skíðafélag Akureyrar. Og þetta 7. árið sem þessi námskeið haldin. Þetta hefur verið haldið svona 3-4 sinnum á ári, eða vetri. Og ansi vinsæl. Og þetta hefur farið allt upp í 80 manns á kvöldi. Og þetta var það margt fyrstu árin að við þurftum að skipta þessu upp í tvennt, þannig að við höfum eiginlega 2 hólf á hverju kvöldi. Eitt núna klukkan 6 og svo annar klukkan 5:30. Fyrir hverja eru þessi námskeið? Þetta eiginlega fyrir alla. Mestur að koma svona kannski fólk sem hefur ekki gengið neitt rosalega mikið á skíðum. Þannig að við erum með alla flóruna og svo líka fólk sem hefur gengið töluvert á skíðum en langar kannski að fá aðeins tilsögn í hinu og þessu. Og við erum svona bara hér og þar svæðið okkar, allt eftir því hvert fólk komið, hve langt fólk komið. Og þetta eru námskeið sem þau eru að kostnaðarlausu eða hvað? Þau eru alveg kostnaðarlausu. Þannig að við erum í samstarfi við TFG Símsen. Og hvað, fólk sem nú sér þetta viðtal og langar að kíkja, hvenær er næsta námskeið? 27. Það var næsta námskeið. 27. janúar? Já, og sennilega verður nú allavega eitt í viðbót ef snjór og veður leyfir. En hvað er það við gönguskíð? Þú segir þessi námskeið þau hafa verið gríðarlega vinsæl og svo er nú ósjaldan að maður sér fólk á gönguskíðum hér og í Kjarnaskógi og víðar. Já, já. Hvað er það við þessa íþrótt? Þetta er bara svona, mér finnst þetta allavega bara svona frelsi. Ég heillaðist fljótt að skíðagöngu og sem keppniskan fyrst, en svo finnst mér þetta bara afskaplega skemmtilegt og svona róandi að fara út og ganga skíðum. Ég held að mörgum finnist það líka. Það hefur orðið mjög mikið fjölgun í skíðagöngu bara síðustu ár, eiginlega öllu landinu. Og ekki síst á höfuðborgarsvæðinu hefur fólk verið mjög mikið á skíðum. Og það gleðilegt að fá einn svona ný svæði, þar sem skíðaganga stunduð. Og hvernig er aðstæðan eins og hérna í kringum Akureyri? Hérna hún eiginlega mjög góð. Og það ansi góður vetur hér oftast. Það að segja að við höfum alveg ágætlega mikið af snjó. Það búið að útbúa aðstöðuna hérna í brautinni hjá okkur þannig að með snjógrindum, þannig að snjórinn kemur tiltölulega snemma, nema kannski ár, að þá lét hann svolítið standa á sér. En nú erum við, eins og við sjáum hérna í kring, að þá erum við alveg frábærar aðstæður komnar með. Það er betra seint en aldrei, snjórinn komið. Já. En nú erum við hérna, það er kannski viðeigandi, við séum á námskeið sem fyrir byrjendur sem á lengra komna. Ég verð nú bara að viðurkenna það að ég hef ekki áður staðið á skíðum. Farið á skíðinni? Nei. Heyrðu, við skulum bara fara í fyrstu atriðin. Ok. Og það er bara hvernig við stöndum á skíðunum. Já. Þannig að svona, það er mjög eðlilegt að við hugsum að við ætlum nú að reyna að standa og þá stífum við á hnén. En við eigum að vera svona í hnjánum. Ok. Þá höfum við svona góða dempun ef það kemur einhver hóll. Þannig að annars erum við bara kannski dottinn. Já, jafnvægið farið. Og síðan er bara þetta að það geta allir gengið á gönguskíðum, en fyrst það eiginlega bara að ganga og finna út að fætur og hendur vinni saman. Og það eru ýmsar æfingar sem hægt að gera það, til dæmis að ganga án stafa og annað. Og þetta er eitthvað sem allir geta gert, segirðu? Allir geta gert. Þannig að ef þú fer núna í stafina, og það getur bara sýnt það, þá eru lykkjur á þessu stöðum þar sem þú fer upp í lykkjuna. Ok. Og svo heldur utanum. Já. Svona. Já. Þá hefur þessi tak þegar þú tekur í. Ef þú fer ofan í sporið, sem þú ofan í sporinu. Já. Og svo bara byrjar að ganga stað. Það er ekkert flóknara það núna, mundi eftir að ekki vera stíf í hnjánum. Og ég bara labba, Þú bara lappar af stað og svo notar ég hendurna bara svona með. Ok. Og svo getum við farið að fara í önnur atriði eins og til dæmis ef þú hugsar stafina, að ekki setja of langt fram. Stafirnir er alltaf að vísa aftur og bak, af því þá ertu með tak leið. Og þá getur þú nýtt bæði hendur og fætur. Og á gönguskíðunum þá eru skíðin útbúin þannig
að í miðjun á skíðunum þá er svæði sem gerir það að verkum að við rennum ekki aftur á bak. Þannig að mér sýnist þetta bara ganga alveg ágætlega. Já, einmitt. Þarna fyrstu smá reynsli. Já. Og svo er náttúrulega þetta með skíði að það náttúrulega er, maður á að detta einhvern tíma sko. Já. Ha. Ég þarf semst að prófa það. Þú þarf líka að prófa það. Ok. Og svo er þetta eiginlega sko að spyrna með fótunum á sama tíma og þú ýtir með höndunum. Og þegar þú spyrnir með hægri fæti, þá ýtir með vinstri hendi. Ef þú gengur á gangstétt, þá er ekkert mál að fá hendur og fæti til að vinna saman. Ok. En svo þegar við fáum stafinn og þá viljum við oft hugsa svolítið mikið og þá fer það kannski pínu svona að þvælast fyrir okkur. En þá getur verið gott bara að setja stafinn og svona og svo bara ganga, þannig að þá fáum við hendurna rétt með. Svona braut eins og hérna, hún er eiginlega byggð þannig að það er engar hættulega beygjur en eitt þvílíkt. Við reynum að forðast það eins og við getum. Það er ekki alltaf hægt, en við reynum að forðast það eins og við getum. Þannig að ef þú kemur niður brekku, þá bara svona stoppar þegar þú kemur niður á flattan. Þannig að það þarf kannski ekki mikið að bremsa. Stundu þarf að bremsa. Og þá getur við sagt að svona sömu prinsip og það þegar þú ert á skíðunum, það er að segja að þú fer í plóg. Og það er náttúrulega erfiðar á gönguskíðunum, kemur ekki svona 1, 2, 3, en það er sama prinsip í því. Þannig að nú ertu komin með svona undirstöðu atriðin.